Kæru gestir, verið hjartanlega velkomin á leiksýningu 7. bekkjar Dýrin í Hálsaskógi. Það er gaman að segja frá því að þessi æfingar hafa staðið upp frá því bara byrjun september og þau eru búin að gera ýmislegt. Þau eru sviðsmenn, þau eru leikarar, þau eru hljóðmenn, annars ljósamenn, verið hérna trommur og svo er bara markaseildin, þannig að þau hafa komið að þessu öllu saman. Ég ætla bara að biðja ykkur að sýna þér smá virðingu. Þau eru að koma hérna í fyrsta skipti á svið, en við skulum sitja í sætunum okkar meðan sýningin er. En annars segir ég bara góða skemmtun. Sig
sagði þegar ég var lítill að til veit fellur hún þér betur en kvæðið sem ég söng áðan. Þessi vísa vögguvísa. Vögguvísa? Nei, Mikki, ekki lögguvísa, vögguvísa. Var þetta ekki falleg vísa? Ekki sem best. Á ég að syngja hana aftur fyrir þig? Ég hef svo sem gert það. Mér finnst það ekki Mikki að minnsta kosti. En nú skulum við ekki tala meira hann og nú ætlum ég að syngja nýja kvæðið mitt sem hérastu bakara. Hlustið nú á. Hinum fræga hérastu helgast þessa stöku. Hann á brauð og bakari og bakar hverja stundin því. Kostar góða kökur og kökur eru til í því mætta búri. Ein stór og önnur smá, alla skreytta til að sjá rjóma og rósa fúri. Vínabrauðin borgar fást, vöfflur hringir snúða. Feitin brauð og haldabrauð og hverabrauðin sekt og rauð og piparkökur brúðar. Hérastubbur eru hunarsbrauð með hveraleg í bakari bakaðs í brauðagerðarlistum þess. Vildi ég vera nemi, verið bless! Bakardrengur, hvar ertu? Já, meistari. Í dag áttu að baka piparkökur. Á ég að baka piparkökur? Já, það er sem sagði. En ég kann ekki að baka piparkökur. Þú lærir bara með því að við bakar erum með sérstakann piparkökusöng. Viltu heyra hann? Já, takk. Þegar piparkökur bakar stökur gerðar maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið en það næsta sem hann gjörir er að hræra kíló sykur saman við það heillinni. Þegar öllu þess er lokið hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveiti snærist og í pottinn með. Síðan á að setja í þetta aðeins eina teskeið pipar. Og er þá að hnoða deigið breiða það svo út á fjöl. Svona er söngurinn. Þá er þetta ekki vandi. Svo fletirðu úr deig eins og pönnuköku, Eins og pönnuköku. býr til karla
kettlinga á deinu, Já, kall og kettlingar. leggur kökurnar á plötuna og bakar þær í ofninum. Ég legg kökurnar á plötuna og Já, alveg rétt, byrjaðu nú. Já, alveg rétt, byrjaðu nú. Það er engin vandi að baka piparkökur ef menn kunna piparkökusönginn. Jæja. Þegar piparkökur bakast kökur gerðar maður tekur fyrst af öllu steikarbroddinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið en það næsta sem hann gjörir er að hræra teskeið sykur saman við það milli. Var það ekki áreiðanlega teskeið? Jú, það var áreiðanlega teskeið. Þegar öllu þess er lokið hellast 8 eggjarauðir saman við og kíló hveitistrærir og í pottinn vel. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Atjú! Svo er þá að hnoða deigið, breiða það svo út á fjöl. Svo fleti út deigið svo pönnuköku, býti kall og kettlingar, svo setji kökurnar á plötuna og baka þær í ofninum. Svo get ég bara sest upp og þarf ekki að gera meir af meðan kökurnar bakast á sjálfu sér. Gjör svo vel, bangsamamma, töfraböku brauð, það var það nokkuð fleira. Ætli ég fá ekki líka 1 tvíbökupoka? 1 poka með tvíbökum, já, og hvernig liður bangsamamma? Þakka þér fyrir, honum líður ágætlega. Hvað verður þetta aftur mikið? Það verða þá 2 krónur og 85 aurar. Gjörðu svo vel hér, stububakari. Þakka þér fyrir og hér er smákaka í kaupandi þetta bangsa litla. Þakka þér kærlega fyrir hér, stububakari. Þú ert alltaf svo góður. Vertu sæll. Ertu sæl? Hvernig gengur þið með piparkökurnar? Bara blúsandi vel, þar eru 32 nýbakaðar piparkökur. Já, passaðu þig, þetta er heitt. Ég seti heitt. Já, Ég ætla að smakka hérna. já, smakkaðu hérna. Atjú! Hvað settir þér í þessa kökur? Ég ger bara alveg það sem þú sagðir. Nei, það hefur ekki gert. Ég skal nú bara sýna þér hvernig ég Já, ger þær. sýndu mér. Allt í lagi. Þegar piparkökur bakast kökur gerðar maður tekur fyrst af öllu steikarbroddinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið en það næsta sem hann gjörir er að hræra teskeið sykur saman við það heillin megin. Ég seti kíló af sykri, ekki teskeið. Mér fannst það líka svolítið skil. Æja, allt ára. Þegar öllu þess er lokið hellast 8 eggjarauðir saman við og kíló hveitistrærir og í pottinn vel. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Hvað sagðirðu? Aðeins bara kíló pipar. Kíló pipar. Ég hef aldrei hitt annað eins. Ég sagði teskeið. Nú eru kökurnar ónýtar. Hún er bara hendið með hugana. Nei, ekki henda inn. Kannski kemur ykkur við svona kökur góðar. Það finnst engum svona piparkökur góðar. Ég held að við vitum einn. Ha, heldur það? Já, ég held það. Jæja, geymdu það bara hérna. Svo skal þú vera í búðinni að afgreiða brauð þar meðan ég baka piparkökur eins og piparkökur eiga að vera. Ég get vel bakað piparkökur. Nei, nú sko nóg komið að þínum piparkökum. Meistari, ég er svo rifinn og mér sýnist hann á leiðinni hingað. Ósvei því. Mér sýnist hann ekkert vera blíður á svipinn. Nei, það hefur hann aldrei verið. Hann borðar alveg allt sem við eigum. Mér dettur ráð í hug. Hvað er það? Við felum allt sem er til af góðum kökum og brauði og setjum bara áður piparkökurnar á búðaborðið og kemur hann og tekur þær og þá erum við lausir við þær. Þú ert ekki eins og eitthvað svo lundrútt fyrir að vera. Nei, ég er það ekki. En við verðum að flýta okkur. Þarna kemur hann. Góðan daginn, herra Mikki. Ég fá allar þessar kökur. Hvað margar herrur? Allar. Það verða þá 3 krónur og 80 aurar. Bull. Ég borga ekkert. Ef þú borgar ekki, farðu ekki kökurnar. Láttu mig fá kökurnar allar strax, en ég seti þeir í staðinn. Nei, þá skal þú taka kökurnar sjálfur. En það get ég sagt þér, þetta kalla ég að stela. Poka. Þetta er að eitra fyrir mér. Nei, þetta eru bara venjulega nýbakaðar gómsendar piparkökur. Nei, það er það ekki. Afi minn, hann sagði alltaf að stólar piparkökur væri vondar piparkökur. En ef það eru keyptar á heilan hátt, þá er það góðar. Hættu að staðinu menn aðeins. Ég kaupi heldur kökurnar. Ég var bara fyrst að fara heim
stingur þú öllu óældu piparkökum niður í skúffu og fyllir pokann aftur með 31 nýbakaðri gómsættri piparköku. Já, ég skil gott við. Svo setur þú pokann með góðu kökunum á sama stað. Nú er hann hissa, haha. Þarna kemur hann. Hvað sagðirðu að kökurnar kostu? Það var 3 krónur og 10 aura. Hér er peningurinn. En fyrst að þið smakka eina köku og verið ennþá eins vond, það skaltu eiga mig á fæti. Það er ekki meiri. Nei, hvað skýður? Smá grín með mér, að þú skalt ekki voga þér að halda því fram að ég borgi ekki fyrir mig. Okkur tókst það, bakardrengur. Þetta gekk alveg eins og þessu. Það er mikill vindur í dag. Haha, nú nægir þér amma. Hvar ertu? Hvað varð af henni? Hún hvarf allt í einu. Þetta er nú undarlegt. Sáuð þið hvað var á músinni? Hvað segið þið? Flaug hún upp í loft? En mýs kunni ekki að fljúga. Á regnhlíf ég með furðu hraða flýg sem flugvél yfir hæstu trén og stíg og fuglarnir syngja eins hátt ég hlæ. Húrra, húrra, ég svíf yfir blæ. Húrra, húrra, ég svíf yfir blæ. En broddgölturinn undrast alveg hreinn og bað mér og fær því ekki hreinn. Á honum datt í hug að éta mig. Þú heimska flón, ég lék á þig. Þú heimska flón, ég lék á þig. En bráðum má lækka flugið mitt, því Marteinn stendur þar við húsið sitt. Við dyrnar með brosi hann bíður mín. Ó bless, nú kem ég til þín. Ó bless, nú kem ég til þín. Góðan daginn, amma. Það er gaman að sjá þig. Góðan daginn, elsku drengurinn minn. Núna skal ég segja þér að ég var létin. Já, ódæðis refinn hefur verið á ferðinni. Ég er sammála því refinn nú reyndar ekki hann í þetta sinn. Það var hann Patti Broddgaltur sem er búinn að búkfesta mig. Ó, sveit því. Mikki refir og Patti Broddgaltur eru mestu óþokkar. Og uglan sem er leiðis. Mér finnst það sorglegt að dýrin skuli verið að borða hvert annað hér í skóginum. Já, svona hefur þetta alltaf verið. Aldrei ég þó þannig dýr. Mér myndi aldrei þetta að hugalegja Patti Broddgaltur munns. Varla er hann heldur góður á bragðið. Að mér myndi síður þetta að huga í þetta ref. Það myndi þér aldrei þetta í hug. En hví á þá refurinn að éta okkur? Út af því að hann er refur. Nú skaltu bara fara á kaffisópana. Mér veitir ekki að því. Yndislegt kaffi. Já, þetta er ósvikið baunafndi. Ég finn það eins og dýrleg kaka sem þú hefur. Gerðu svo vel. Hún er afar bragðgóð. Fáðu þér aðra sneið. Nei, þakka þér fyrir, ég er orðin svödd. Þú skal geyma sem er eftir handa þínu vini lilla Kleópus. Finnst þér ég ætti að gera það? Já, það finnst mér. Þú verður afar fegin. Já, það verður hann. Þú ert eitthvað svo áhyggjufullur af svipum, Marteinn minn. Æ, ég get ekki annað en hugsað um það. Hversu gott var að eiga heima hér í skóginum. Allir getur verið vinir og látið hvert annað í friði. Já, svona hefur þetta alltaf verið. Stóru dýrin hafa yfirhöndina og við minni dýrin þurfum að bjarga okkur eftir bestu getu. En líttu nú á Bangsa-pabba og fjölskyldu hans. Þau eru stór, stærst og sterkust af öllum hér. En samt láta þá okkur þá í friði. Já, Bangsa-pabbi er góður. Ég ætla að fara heim til hans á morgun og ræða við hann þetta. Þú ert afar vildir mús og þér dettur margt gott í hug. En nú ætla ég að fara að hugsa til heimferðar því ég ætla að fara að snemma að hátta í kvöld og snemma á fætur í fyrramorgun. Þakka þér fyrir mig og þakka þér fyrir kaffi. Bless, liðir ávallt vel. Já.
sagði ég vegna þess að ég var að hugsa vonda refinn. Já, það skil ég vel. Það rétt að segja hann. En nú skulum ekki tala meira hann og nú ætla ég að syngja nýja kvæðið mitt og það er ágætt kvæðið og það er sjálfan þig. Það er gaman að heyra það. Já, heldur það ekki. Hlusta nú á. Ein mús er best af öllu og músin þægir. Í heimi músin engin skýr hjá stórkostleg. Ég geng allan daginn og líka minni slæm. En svengi mig á stundum þá syng ég bara hlæ. Dúttería, það er arðinn getur sána í holu sígarinn. Ég lappa út hagann og lauk á gítarinn. Ég veiði á svo marga, ég veiði oft á bæ. Sem gleðjast er að nálgast og stígi hjá þeim fæ. Dúttería, það í veislu kann ég boðið og vitja þeir í röð. Því selja vill ég magann og syngja og vekja glöð. Svo gaman er að lifa, ég gleðst við lítið fæ. Ef ég arði geta steikt að ég aðeins syng og hlæ. Dúttería, það. Hvernig fellur þér það? Ég veit ekki alveg. Það er skemmtilegt. Jú, en það er ekki kvæðið sem hvetur mann að hugsa. Í dag skulum við vera duglegir og safna mörgum hnetum. Nei, það er heldur ekkert að gera það. Kvæðið mitt á að vera hátíðar og veislukvæði sem lætur mann hugsa sem svo. Í dag skulum við skemmta okkur piltar og syngja mörg lög og vera kátir og borða margar hnetur. Þú ættir frekar að yrkja hnetusafnarvísu. Hún gæti komið til gagns. Það er endilega alltaf verið til gagns. Sumt er til gagns og sumt ekki. En hvað varstu annars að segja við þarna fyrir ég kom? Ég var að hugsa vonda refinn og veltaði fyrir mér hvað við ættum að gera við hann. Við bara leikum að hann. Já, en það er ekki víst að það tekst alltaf. Og í dag var Patti broddgöltuna, eru þið búin að éta hana ömmu mín? Ömmu þína var nú heimsóknardaginn hjá ömmu þínu í dag. Já, Þið hafið borðað köku. já. Lukuð þið við hana? Nei, það er 4 sem er eftir. Amma sagði eftir að geima þetta þér. Sagði hún það? Já, Amma þín er afskaplega velgerð mús. gerð svo vel. Ekki átti ég vona því að lenda í veislu í dag. En segðu mér nú, hvað hefur þú hugsað að gera með refinn? Ég hef skrifað lög hvernig öll dýrin í Hálsaskógi eiga að haga sér. Líka hvernig ég á að haga mér? Jú, öll dýrin í Hálsaskógi. Nú skaltu fá að heyra lögin. Lög fyrir öll dýrin í Hálsaskógi. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Já, það er gott. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Já, þetta mætti mikið refur heyra. Haha. Þriðja grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér til matar má ekki taka mat frá öðrum. Má ekki hvað? Má ekki taka mat frá öðrum. Þetta voru lögin. Heyrðu Martin, mér finnst það að sleppa þessu síðasta. Nei, sú grein er einmitt mjög áríðandi. Er það? Jú, vissulega. En hvenær ákveða að þetta verið lög? Bánsapappi gerir það. Ég fer til hans í fyrramálið. Alltaf er svo gaman að koma til bánsa, pappa. Hefur komið til hans? Nei, en ég gæti vel fara með þér á morgun. Það verður vel þig. Þá mætir ég hann snemma í fyrramálið. Já, þakka þig hjartanlega fyrir kökuna og þá mæti ég hingað snemma í fyrramálið. Góða nótt! Og á morgun verður merkisdagur. Í dag er mánudagur og í dag færi skjólþvott. Ég skal hjálpa þér, mamma. Ég skal safna svo bara kveðinu fyrir þig. Það er ágætt vinur, svo segi ég vatn á meðan og það er allt tilbúið. Svo get ég styrkt mér í kornís á meðan. Svo fél ég mig hérna og þá skilur bánsamamma ekkert hvað orðið er á mig. Hopp, hopp. Svona, og nú set ég þvottinn ofan í. Þetta verður mikil þvottur í dag. Hjálp, hjálp. Hvað er þetta? Er eitthvað ofan í? Já, það er ég. Nú ertu þú bánsumilli. Þetta áttur ekki að gera, mamma. Já, en ég vissi ekki að væri ofan í hrúgunni. Já, ég var þar. Já, ég sé það núna. Nú er það búið að gert og uppi því. Þú er komin upp í stampið. Það getur eins til að ég strax. Það átti ég verið bara laugardaginn. Bara litla bánsa mannur naut að sjá því mamma kann. Hann skal nú fá hreina
Já, Dino, svo þurrkaði ég vandlega og nú máttu að leika yfir íkvölduböndin. Þau koma á og spila eftir þér. Vertu að bless, mamma. Góðan daginn, bangsamamma. Nei, góðan daginn, eru þið komnir? Já, við erum komnir. Okkur langaði til að spjalla dálítið við bangsapappa. Já, gangi bara inn, hann er inn í stofu. Góðan Daginn, bangsapappi. Við sögum bara góðan daginn. Ég heyr að við, hver er það sem segir það? Það er Marteinn skógamús. Og ég Lilli Klifumús, við stöndum hérna fyrir aftan þig. Já, nú sé ykkur góða. Okkur langaði til að spjalla dálítið við þig. Það er gaman og hvað verður þið talið? Mér finnst eins og þessum yndislega skógi okkar ættu dýrunum ekki að leifast að borða með. Gera þið það? Já, sum og refurinn er þeirra verstur. Æjá, þá er hann alltaf verið. Ég skil hvers að hann getur ekki bara safnað sér netum og séð fyrir sér fæðið sjálfur eins og við hinverðum. Gera hann ekki? Nei, hann gengur bara runnan og étur bara alla það sem eru minna en hann. Ef hann heldur sér bara áfram, þá verða bara engar mís eftir hér í skóginum. Það verður sorglegt. Já, það verður mjög sorglegt. En ykkur hann ekki borða? Nei, en almenn var hann á bráð. Já, og refurinn átt líka frænda minn sem heitir Jens. Og uglan átt hana Jóhann frænku minna og í gær var party í broadcastinu og er þið búin að éta hana ömmu mína. Þetta er ljótt að gera. Já, en þannig er það. Lítil mús getur valla þar til bakarans eftir brauði án þess að vera étin á leiðinni. Við verðum að ráða þessu. Já, það finnst mér líka. Við Lilli Klifumús höfum skrifað lög um hvernig öll dýrin í skóginum eiga að haga sér. Mér líst vel á það, lofa mér að heyra lög. Lög fyrir öll dýrin í Hálsaskógi. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Þetta er ágætt. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Nei, alveg rétt, ekki dýr má borða annað dýr. Þriðja grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér til matar má ekki taka mat frá öðrum. Nei, það er alveg svo sagt. En þykja maður, það má hann. Já, já, já. Svo er það ekki fleira. Nei, þetta er góð lög. Komið svo nægir sem hún spjall ykkur gera þarf. Þá fer ég út til bangsamömmu og með það. Þú ert önnum kafinn. Já, það er mikið að gera stóru heimili. Þú þvægt og býr til mat. Ó, já. En hvað borða byrnið eiginlega? Við borðum allt mögulegt. Við borðum ber og hnetur og rætur og snigla og hundarskökur. Mér finnst líka hnetur og hundarskökur afskaplega góðar. Já, það er ágætis matur. Já, það má nú segja hnetur og hundarskökur og svoleiðis. En heyrðu bangsamamma, Já, þú vilt ekki vita hvað ég á vitlaus í dag. nú veistu það. Já, ég borða bara ekkert á hann ég fór að heiman. Þá lítur þú vera hræðilega svangur. Já, það bara hlýtur að vera. Vilt það ekki fá okkur bita? Jú, það kemur sér afskaplega vel. Finnst vinið þínum líka góðar hundarskökur? Mér þætti gaman að sjá það mús sem vilt ekki þykja hundarskökur. Farðu þá inn í stofu, Lilli Klifumús, og á meðan sæki ég nokkrar hundarskökur. Jæja þá, hér er ég komin aftur. Ég var að hjálpa bangsamömmu að hengja upp þvottinn. Og hér kemur nokkrar kökur. Og mikið held ég að þær séu góðar. Þakka þér kærlega fyrir, bangsamamma. Gjörðu þið svo vel og barði nú alveg eins og ég geti. En hvernig ganga nú samræðarnir hjá ykkur? Jú, við Martin og ákveða allar öll dýr í skóginum til fundar á morgun. Það verður mikið samkoma. Við höfum öll heilt þessu stóra eigatréð til að samþykkja árindu lög um frið á milli dýrana. Já, þakka þér kærlega bangsamömmu fyrir kökur og alltaf jafn skemmtilegt að koma til ykkur. Nú verður þið að þögn fundur og hlægast. Og þetta er mjög áríðandi fundur. Kæri góðu vinir, skóðum frá ágæta skóður. Hér getur öllu vel, bæði stór og smáðum, ef við aðeins með frið verðum góðum fyrir hana. Það er samt að svo við, hér getur öllu við vel. En því miður er ekki allt eins og að vera. Vesansvillin mísnengar það varli fara út úr húsi án þess að það hættu að vera jeppmöglu agna. Það er ekki satt. Jæja, mikil yfir, hvernig veistu það? Heyrðu þið mikið einhver ljóti? Ég held að þú hefði læðist á þetta margskómús og nefndi að éta hann. Nei, það var alveg öfugt. Hvernig þá?
Það var Marteinn skógfólk sem reddast af mér og reyndi að éta mig. Og í gær var Patti broddgustur. Nærðu því búin að éta hana ömmu mín. Ég reyndi ekki, auk þess hvarf hún allt í einu, algjörlega gufaði upp. Já, en nú sem var gert og borðað sem borðað og svo séu að hér eftir í dýru skónar og vinur ekki éta hvert hana. Hvað er við þá að borða? Þú getur bara gras og grænmeti eins og við. Þú er ekki stór og sterkur en því. Jæja, Mikki, ég er miklu stærri og sterkur en þú og þó þú borðið mest blábjörn, hnetur og grænmeti. Að vísu er ágætt að smakka kjötinu í stugg sinnum en vel þú hættar á þess. Maður verður ekki stór sterkur neina eins og grænmeti. Grænmeti er góður og hollur matur og ef ég mætti syngjast fyrir lag þá væri það grænmetisöngurinn sem frændi minn kenndi mér og þessi frændi minn borðaði bara ber og grænmeti og var næstum 100 ára. Okkur langar öllum til að heyra þennan söng því við erum gjarnan að vera 100 ára. Og þú verður þá að syngja með mér. Það skal ég gera. Þeir sem bara borða kjöt og búi alla daga, þeir þreytir verð og flóna því og fá svo illt í maga. En komdu bara til að byrja þeir sem vilja rækja og rækja og allir mæta maga með þá verða alltaf bara eins og verður út í maga sem skilja leti. Sá fávið fisk og kjöt, hann frændi sína éti og maginn sýkist molnar tönn og verð hann ekki éti. Allir ára verða til að fyrir sem vilja sem ég hafði með getur á allri skoðun. Gerðu svo vel, Matti. Lög fyrir öll dýrin í Hálsaskógi. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Bull og vitleysa. Mátti grípa fram ekki. Haltu nú lesa, Matti. Þriðja grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér til matar má ekki taka mat frá öðrum. Húrra! Þá var það ekki fleira. Þú ert vitur og skynsömur, Marteinn. Áreiðanlega hefði verið eitthvað mikið úr þér ef þú værir bara ekki lítil mús. Upp fram ára allir sem samþykkir sem merkulegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Nú, glokkur hún rétt ekki löppina. Ég ger það víst, það sést bara svo illa. Jæja, 14. En þú, Mikki, þú ert einn eftir. Getur svo sem talið við með að við veitum lög hreinasta bull. Þetta eru ágætlegu að þar verður samþykkt með öllu greitum aðkvæðum. Upplöfsar og andra gæti þess hlýturlöðin og sjáum að þeir gera líka. Og þá eru fyrir loki. Þakku fyrir. Tveir dagar sem við héldum fundir okkar hér í skóginum og þá get ég nú sagt ykkur það er öðruvísi háttar hérna. Já, segi. Uglan borðar bara krækjubur og refurinn er allir annar. Hann reynir að mest að vera góður yfir en víst er það ekkert auðvelt. Nú, þarna kemur hann svo ég get séð sjálf hvernig honum líður. Góðan daginn, Lilli Kleifur. Góðan daginn, Mikki refur. Hvernig líður þér í dag? Illa. Ég er svangur og ég veit ekki hvernig ég á að fá mér mat. Farðu bara í heimsókn, Mikki. Það er alltaf svo gaman. Ég kann ekki í heimsókn. Þú berð bara dyrinn hjá íkornafjölskyldunni til dæmis og svo er opnað fyrir þér og þá segir þú góðan daginn, ég átti ég leið framhjá og þá hugsaði ég að kíkja hérna inn og sjá hvernig ykkur liði, segir þú. Og þá segir íkornafjölskyldunni en gaman að þú skyldir koma. Komdu inn og fáðu þér sæti svo við getum spjallað svolítið saman. Svo kemur íkornafrúin og spyr má ekki bjóða þér einhver hressingu? Og þá segir þú jú takk. Og svo
verið svangur af því? Já, Refur verða. En þú getur svo sem hjálpað mér. Hvað ég að gera? Þú labba bara upp og nagar sýndu bandi sem nær hangir á. Ég stend til og tek á móti því. Ætla að taka heilt snæri. Já, mér veitir ekki að því. Jæja, ég skal gera það. Ég skal alltaf muna það. Ó, segi, þarna hljópa fullt með allt saman þakka Gynsi fyrir. Já, svona gengur það. Æja, hvað sé ég? Þannig kom bræður frá bænum. Nú er ég að fela mig skildi. Eins og eitthvað hefur dyttið niður. Heldur ekki bara skellir í hurðinni? Nei, það var ekki skellur í hurðinni. Ég heyrði líka eitthvað önnur hljóð. Sérðu, Hvað er sjá? það hefur verið tjófarfólk og stólið einu sýnslan okkar. Sérlega stærsta væri horfið. Jú, satt segir þú. Og sérðu, hér eru spor eftir refinn í hveitinu. En því, þá hefur refinn tekið læri okkar. Já, refar hefur verið refa. En því skal nú vera lokinu tekið háinn minn og fyrir að refa þér. Þá kem ég með þér. Þræðan hún á mjúkri tá, mjög áríðandi. Ef við skyldum skotta sjá, skulum læðast hægt á tap. Það er áríðandi, okkar starf er vandi. Ægir eða veiðar við, varúð áríðandi. Kannski sérðu kvikindið, brós minn fæðan ekki grið. Það er áríðandi, okkar starf er vandi. Meta rétt hvað reppi er, reynist áríðandi. Kannski líka hann sé hér, hann er kannski rétt hjá þér. Gát er áríðandi, okkar starf er vandi. Nú leikum við okkur meira. Nú vil ég fara heim. Ætlarðu strax heim, Bangsi? Já, af því ég er svo svangur. Þú þarft ekki að fara heim á þessi svangur. Gullni hnetur. Eigið þið hnetur? Svo hnetur hann þar upp í tréð. Það er fullt af hnetur upp í trjánum. Já, þakka ykkur fyrir. Þá vil ég mjög gjarna fá hnetur. En þá er þetta alveg keyrið og treystum að byrja með. Þú mátt ekki vera neitt, þú getur veist. Ef við komum rétt strax aftur þá getur getið fullt af hnetum. Já, þakka ykkur fyrir. Sérðu nokkuð? Nei. Uss, sérðu nokkuð núna? Já, það er eitthvað sem hreyfði sig þarna hjá trjástum. Ætli það sé ekki refurinn? Nú skulum við ná honum. Sjá! Nú voru heppin. Ég hef aldrei séð svona slæmt. Nú getum við farið á seldan í vörugáhús og fengið mikið fé fyrir hann. Já, að minnsta kosti 1000 krónur. Já, sí. Nú hvað margar hnetur, Bangsi litli? Nú eru ekki svangur lengur. Ég er með báða vasana fulla. En hvar er Bangsi litli? Hann situr á tréstufnum. Nei, hann situr ekki á stufnum. En hann satt þarna. Já, en það lítur sjá, hann situr ekki með núna. Bangsi litli, hvar ertu? Hvað er Bangsi litli? Hann er ekki hérna. Bangsi litli, komdu nú. Bangsi litli, komdu, erum við hnetur handa þér. Ekkert svo, Bangsi litli er horfinn. Og við lofuðum að gæta hans vel. Hann hafði það bara heim, ég leip heim í Bangsi til að gáða því. Bangsi litli. Hann hefur eitthvað fóls í raununum hana. Nei, hann er ekki heldur þar. Bangsi litli. Einhver hlýtur á rættunum. Þegar ég var upp í trjánum, heyrðist mér að stynja og söndalega. Ég held að stynja og söndalega þegar hann var svo svangur. En hann finnst nú aldrei framar. Hann var ekki heima á sér. Ó nei, hvað getur það orðið að litla Bangsikotnum mínum? Við finnum að áræðlega góminn. Bangsi litli, ertu nokkuð staðar? Hann sat á þessum trébút á meðan okkur til að sækja hneturhaldanum. Æja, skildu hafa farið frá honum öll í einu. Já, hann var svo svangur. Við erum öll að reyta um. Sumir eru þess átt
aðrir þessa og ég sjálfur þessa, svo þetta aftur innan skamms. Hvað getur eiginlega orðið að litla góða bangsamanni mínu? Góðan daginn, bangsamamma. Nú ertu þú, Marteinn? Já, og líka ég. Já, ég sé það. En hvers vegna eru svona margir að felli í skóginum? Hann bangsi litli er týndur, hefur þú ekki séð hann? Nei, ég hef ekki séð hann. Ekki ég heldur. Æ, þessi litli bangsaður einhverju minn. Hann er alveg horfinn, ég fór til Héðstum, sagði það heldur ekki séð. Hann ætlaði að loka búðum sinni og hjálpa okkur að leita. Ég fór til skóra Axels og hann Axel var það. Áfram leita. Þannig var bangsamamma aftur. Og bangsamamma, hefur þú ekki heldur fundið hann? Hann finnst hvergi nokkuð þar, það er ískyggileg. Það er nú mjög sorglegt að bangsulitlu skulle vera týndur því að hann er bæði skemmtilegur og góður. Og þá betri. Finnum áræðilega. Hvar er Mikki? Reynir. Ég hef ekki séð hann í dag. Ég hef ekki séð Mikka Reyf í 2 daga. Ég hitt hann í morgun og þá sem hann vera óttalega svangur. Hvað segir, hittir Mikka Reyf morgun? Já, það er alveg satt. Þetta er mjög grunsamlegt. Já, þetta er mjög grunsamlegt. Við þurfum heim til Mikka.
Og þá getur verið að við kæmumst inn á bænum á þess að okkur verður vart. Já, þetta er ágætt ráð. Og síðan finnum við okkur einhverja leið inn, því við þurfum ekki stórt gat og leitum bangsluta þar. Já, það gerum við. Þið eru sannarlega hugrakir. Ok, nú hleypi að bænum og fer að hann heim megin og þar ylfra ég eins hátt og ég get. Og þegar þið sjáu hundinn elta mig, þá farið þið og bjargið bangsluta. Á! En hundurinn hreyfir sig ekki. Ég held að hann hefði lélegan heim. Viljið þið ylfa með okkur til að bjarga Bangsa litla? Á! Sástu hvernig Hannibal þaut? Já, heyrðu ekki ylfurinn? Það er röfurinn. Hannibal að koma spor. Já, örugglega. Tökum hafinn og hlaupa vert. Nú láttu þið skara skríða. Flýttu inn á bangsluti. Þetta komum með Bangsa litla. Ó, litli góða Bangsa litla. Já, tókst okkur þetta ekki vel. Ó, Bangsa mamma, ég er svo fegin að vera frjáls. Jú, þið stóðu okkur sannarlega svo hetjur. Já, þú ert Hugrúkur Martin Thomas og þú ert Hugrúkur Lilli Thomas. Við erum allra bestu vinir. Já, allt var samt en áður og allt var vel að lóðum. En þannig það. Þið stöndum öll saman. Ekki uglan, refurinn, ég, þú og allir aðrir hér verið vinir. Það hefðu ekki getað bjargað bangsluta á þennan hátt. Já, það er hárrétt Marteinn. Nú ætla ég að þegar þér Mikki fyrir þú bjargar. En hvar er Mikki? Já, hvað er Mikki? Hann er ennþá flott undan hundinum. Það kemur hann. Ég hef aldrei farið í þessa krapparinn. Hundófiti er búið að elta mig landþvert og endanlega. Ég komst loksins undan við gamla eikartréð og ég fór inn að hinn meginn og út hinn meginn en það sá hann ekki og hann stendur þar gæsandi enn. Já, Mikki? Já. Þú ert, það ertu. Og nú skulum við hátíðskólanum og nú allir svona við og voru öll svo góði vinir. Það finnst mér leið að við ætlum að halda upp á 50 ára afmæli hans Bangsa pappa. Við erum á einmitt afmæli með þessa myndir. Já, það væri skemmtilegt. En heyrðu Bangsa pabbi, getum við ekki líka búið litlu húsamúsinu í veisluna? Jú, þið skulle gera það því það er ágætis mús. Húsum og svona á að koma. En þá finnst mér að við ættum að syngja vísurnar hans Bangsa pappa því að þær koma svo vel við.